Komið sæl. Umræða nýtt hátæknisjúkrahús eða einfaldlega nýjan spítala hefur staðið yfir með hléum áraraðir. Flestar skýrslur sem gerðar hafa verið mæla með því að nýtt sjúkrahús rísi við Hringbraut, en þeirri niðurstöðu hefur verið harðlega mótmælt úr mörgum áttum. Kastljós kvöldsins verður helgað umræðu nýtt sjúkrahús, hvar á það að rísa, hvað mun það kosta og hver verða áhrifin á meðhöndlun og öryggi sjúklinga. Við fáum marga gesti til að ræða þessi mál frá ýmsum hliðum, en við byrjum á stuttri samantekt. Þegar Landsspítalinn og Borgarspítalinn voru formlega sameinaðir árið 2000 var mikið rætt hagkvæmni þess að sameina starfsemina og tengja hana formlega við Háskóla Íslands. Þessi tengsl við fræðasamfélagið hafa reyndar þótt afar mikilvæg þegar framtíðar staðsetning nýs sjúkrahúss rætt og var hinn helsta röksemdarfærslan fyrir því að byggja við Hringbraut þegar fyrsta skýrslan kom út árið 2002. Innan heilbrigðisgeirans kannast flestir við sögur af rík milli gamla Landspítalans við Hringbraut og Borgarspítalans í Fossvogi. Kannski skiptir þetta litlu máli í stóra samhenginu en við Hringbraut var gjarnan litið svo á að Landspítalinn væri virðulegri stofnun, fínni og betri en spítalinn í Fossvogi. Í raun má segja að tvöfalt kerfi hafi verið í gangi, þar sem bæði sjúkrahús reyndu að sinna allri læknisþjónustu með tilheyrandi kostnaði og óhagkvæmni. Þótt sameiningin hafi formlega gengið í gegn árið 2000 hafði verið rætt hana lengi og í raun stöðugt frá 1991 þegar þáverandi heilbrigðisráðherra Sighvatur Björgvinsson setti ferli í gang. Og mér sem ég sæi framan í þjóðina ef að hún vaknaði upp við það að heilbrigðisráðuneytið sendi jarðýtur upp á Borgarspítala og upp á Landsspítala og byrjaði að brjóta þar allt niður í trausti þess að hið erlenda ráðgjafafyrirtæki sem allt þykist vita hafi ákvarðað að svo skuli byggja nýtt á rústum. Þetta kemur mér sem sé, mér finnst þetta að vera bæði spaugilegt og grátlegt. Frá byrjun var ljóst að samstarfið Háskóla Íslands yrði mikilvægur hluti af starfsemi nýs sjúkrahús, enda var formlegu samstarfi komið á eftir sameiningu og hét þá nýr spítali, Landsspítali Háskólasjúkrahús. Þýðir þetta aukið samstarf ykkur á milli? Já, það þýðir verulega aukið samstarf. Bæði það við þurfum að standa sameiginlega að ýmsum málum og taka ákvarðanir. Til að mynda þá er mjög líklegt eða háskólinn sem hann mun koma ráðningu ákveðin aðal á spítalanum og spítalinn hafa áhrif á ráðningu hugsanlega hjá okkur og það er fjölmargir aðrir þættir sem við miðum að tvinna saman. Áherslan á samstarf spítalans og háskólans var einn mikilvægasti þátturinn í fyrstu skýrslunni sem birtist framtíðarstaðsetningu nýs sjúkrahúss árið 2002. Það samstarf átti ekki bara að snúast þjálfun nemenda, heldur vísinda- og tæknisamstarf sem færi fram á einu svæði, því sem á fínu máli í dag er kallað klasi. Þess vegna þótti mun vænlegri kostur að sameina starfsemin á Hringbraut og í skýrslunni var talað að ef byggt væri í Fossvogi væru 3 kílómetrar milli spítalans og sjúkrahússins sem gerði samþættingu ómögulega. Þessi rök, það er að nauðsynlegt sé að sameina vísindastarf á einu svæði, hafa reyndar heyrst oftar nú síðast í viðtali við skipulagsstjóra ríkisins. Já, í rauninni erum að tala að Landspítalasvæðið ásamt með HR-svæðinu og síðan HÍ-svæðinu handan flugvallarins, að það saman skapi í göngufæri vísind- og þekkingarklasa þar sem við erum með háskólasjúkrahús, við erum með Háskólann 2 og síðan þau þekkingarfyrirtæki sem eru byrjuð að vaxa upp og munu halda áfram að geta vaxið upp hér á þessum nærsvæðum háskólana. Annað atriði sem notað hefur verið í umræðunni er nálaðinn við flugvöllinn. Í ályktun frá stjórn Landssambands heilbrigðisstofnana árið 2011 er talað mikilvægi nálaðarinnar vegna sjúkraflugs og bráðaþjónustu. Mikilvægt sé að þessi nánu tengsl verði ekki rofin. Í raun verða þetta hringrök, ekki má færa flugvöllinn vegna nálaðar við spítalann og ekki spítalann vegna nálaðar við flugvöllinn. Síðan fyrsta skýrslan var skrifuð árið 2002 hefur nýr spítali alltaf verið handan við hornið. Skýrslunum fjölgar og loforðunum líka, en enn er beðið. Við skoðum skýrslurnar og umræðuna kostnað betur á eftir. Já, en þau eru komin til mín Guðmundur Þorgeirsson, prófessor og hjartalæknir og Ebba Margrét Magnúsdóttir, fæðingarlæknir. Það eru þetta svona misjafnar skoðanir á þessu kannski staðarvalinu, svona til að byrja með. Guðmundur, þú hefur verið einn af þeir sem hefur talað fyrir því að það eigi að byggja spítalann þarna á Hringbraut og nefnt fyrir því svona ýmis rök. Ein rökin sem hafa verið nefnd eru þau að þetta sé komið mjög langt og það sé hætt við að
þetta tefjist ennþá meira en það líka fleira sem þú hefur nefnt, til dæmis þessi nálægð við háskólann. Skiptir hún svona svakalegu máli? Hún skiptir gríðarlegu máli ef við meinum það að við ætlum að byggja þarna að metnaði háskólaspítala. Því að það sem einkennir háskólaspítala ekki bara að það sé kennt, heldur eru samofnir allir megir starfsþættir spítalans. Það þjónustan, það þekkingaleitin í rannsóknunum og það þekkingamiðlunin í kennslunni. Og þetta samofið, þannig að spítalinn og háskólinn eru með sameiginlega starfsmenn, með sameiginlega nemendur, með sameiginlega viðfangsefni í allríkum mæli og jafnvel sameiginlega tæki og þar komum við að svona ákveðinni samlegðar hagræðingar hlið á málinu. Ég get nefnt sem dæmi að það til ein rafeindasmásjá á landinu. Það alveg ástæðulaust að hafa hana á mörgum stöðum, við höfum ekki efni á því. Samnýting kjarni málsins og það eru fleiri, það flæðismásjá og það fleiri svona dýr tæki sem að nýtast í þjónusturannsóknum, í klínískum rannsóknum þegar við erum að reyna að læra af reynslunni og grunnrannsóknum. Þannig að háskólaspítali, hann í reynd ekkert minna kennslustofnun, rannsóknarstofnun heldur en þjónustustofnun. En það sem brilljant í þessu öllu saman það að akademísku þættirnir styrkja hans í þjónustustofnun, gera hann öflugri og betri sem slíkan. Ebba Margrét, þú hefur skrifað grein núna í sumar þar sem að þú hvattir til þess að þetta staðarval yrði endurskoðað og vaktir svona kannski svolítið athygli á því í leiðinni að það ekkert sú skoðun að minnsta kosti ekkert hávær með að lækna og það kannski ástæða fyrir því. Kannski áður þú ferð að segja mér frá svona þínum rökum fyrir þessu. Já, ég var svolítið hissa í sumar. Ég hitti einn af okkar ágætu þingmönnum og fyrrverandi ráðherra sem, og eins og við vitum, það Alþingi sem samþykkti það að hefja þessa framkvæmd sem hófst í dag. Þó sé vissulega alltaf gott að byggja hótel í 101 og þetta hótel má alveg nota. Að ég hafði áhyggjur því að hann hafði ekki gert sér grein fyrir því að það var engin fæðingadeild á þessu nýja spítala og það verður engin til dæmis ný geðdeild á þessu nýja spítala. Spítalinn er núna í 100 byggingum og vissulega held ég að allir landsmenn, öll þjóðin vill nýjan spítala, þjóðarspítala. Fólk heldur kannski þegar við segjum við erum að fara að byggja nýjan spítala, endurreisn heilbrigðiskerfisins eins og ráðherra orðaði í fréttum áðan, að þetta í raun og veru bara viðbygging við gamlar byggingar sem margar hverjar eru orðnar mjög úreltar, mikla, þrengsli og bara börn síns tíma. Og mér finnst þó við höfum ákveðið eitthvað fyrir 10 árum síðan. Það var fyrir hrun, nú eftir hrun, efnahagslega, skipulagslega og það eru svo mörg rök sem hneigja því að við verðum að horfa fram á veginn og hugsa byggjum að myndarskap og raust. Alvöru stóra byggingu þar sem eru allir okkar skjólstæðingar. Eins og Halldóra Ólafsdóttir yfirlæknir á geðsviði sagði síðustu helgi, starfsmenn kvíða því að koma í vinnuna. Og hverjir eru talsmenn geðsjúkra? Aðrir en forstjórinn okkar ágæti sem fyrirverandi yfirmaður þarna og Halldóra. Við verðum auðvitað að standa vörð okkar skjólstæðinga og tala þeirra máli. Við mögum ekki láta sem við séum að fara að byggja nýjan spítala þegar við erum raun og veru bara að byggja, við erum að sameina bráðamóttökuna og sameina gjörgæsluna. Við erum ekki að byggja fyrir alla. Það það sem ég vildi benda á í greininni minni. Þessi rökumdra, því það líka, þetta auðvitað búið að taka langan tíma eins og alþjóð veit og var rakið svolítið hérna áðan. 15 ár. Erum við ekki svolítið öðrum sporum núna heldur en þá og hefur verið tekið nægt tillit til þess núna í þessum framkvæmdum sem að standa til dæmis fyrir dyrum núna? Já, sko, það búið að ræða þetta í 15 ár og það búið að fara hún í sauman á þessu aftur og aftur, fyrir hrun, í miðjur hruni, eftir hrun. Og niðurstaðan hefur alltaf verið svo sama, þetta hagstæðasta leiðin. Nú það sjást eitthvað réttmæti í því sem Ebba segir það að til dæmis aðstaða fæðingadeildarinnar mætti vera betri í frumhönnun þessa nýja spítala heldur en hún gæti verið betri, en mér finnst það algjör skrumskelling á áformunum sem uppi að tala sem viðbyggingu við gamla gömul hús, þá við að nýta húsin og það verður að nýta húsin. Við höfum ekkert efna, ég veit ekki hvernig á að útfæra þetta, nýr spítali af himnum ofan, þar sem allt tilbúið strax. Það verður að áfangaskipta þessu, annars sitjum við uppi með mjög alvarleg vandamál í rekstrinum, en aðalatriðið það að viðbótin gríðarlega mikilvæg. Og það ekki bara skurðstofur, gjörgæsludeildir, allar rannsóknarstofur, hjartaþræðingarstofur og röntgendeildir og svo framvegis, heldur líka legurými
fyrir allar þessar bráðadeildir sem þarna tengjast. Nú, ég er að reynda þeirra skoðunar til þess að fæðingadeildin, hún eigi allt feikilega gott skilið. Það eru fáar deildir sem hafa skilað glæsilegri árangri. Við horfum á þeirra fádæma lága mæradauða og í samvinnu við barnadeildina mjög lágum ungbarnadauða, þannig að árangurinn er frábær, en vettvangurinn til þess að bæta þessi plön er náttúrulega í lokahönnun spítalans, en svo hugmynd að færa þetta fram sem rök fyrir því að bakka út úr allir Hringbraut, byrja upp á nýtt, einhver staðar, einhvern tíma, er hættulega vegna þess að hún mun seinka þessu öllu saman. Lágmark 5 ár, sennilega 10. Hvað segirðu við þessu? Því að það segir það sig ekki svolítið sjálft að við ætlum að fara hætta við þarna, fara að finna nýjan stað, nýja hönnun, að þetta muni taka tíma? Ég hef heyrt þessi gagnrök, að það megi ekki rugga þessum bát, það sé búið að ákveða þetta og þetta muni tefja framkvæmd og ég skil þau rök. Ef við lítum til nágrannalandana, þá eru bæði í Noregi og Danmörku á að fara að reisa sjúkrahús sem eru fyrir sirka 300.000 og 500.000 manna samfélög og áætlanir á stað þar sem ekki verið að kona í barsnauð eða fæðingu við hliðin á bor og gröfum, ég sé þetta ekki alveg hvernig það á ganga í alvöru, heldur bara nýr spítali frá grunni, það taka 5 ár í þessum löndum. En það sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma fram, og þú ætlaðir held ég að spyrja mig áðan, að það má ekki ræða þetta. Og þetta er mál, eftir að ég skrifaði greinina mína, þá kom viðtal við mig í Morgunblaðinu, yfirmaður minn fór í hádegisfréttir RÚV og var tekinn beint á teppið. Og það er alvarleiki málsins. Er þetta ekki svolítið bara í lokingum því nú verðum við að stoppa því mjög hleypa fleirum að, en er þetta málið? Hefur þetta verið svona óvinsæl skoðun? Já, sko, þeir sem að þekkja til inn á spítalanum, til dæmis á lyflækningadeildum, skurðlækningadeildum, þeir vita það að það er afskaplega brýnt að bæta þar úr. Og það verður ekki bætt úr með því að veðja á einhverju hugmynd sem er svo losarleg að það er ekki einu sinni byrjað að tala hvaða staður kemur til álita nema í einhverjum mjög lauslegum hugmyndum og að það er eiginlega ekki hægt að tefla því fram sem úrræði sem kemur til notkunar fyrir eftir ég veit ekki hvað mörg ár. Við ætlum að halda þessar umræðu áfram með fleiri viðmælendum við ætlum að skipta yfir til Þóru eins. Já, staðsetning þessa stærsta vinnustöðar landsins skiptir miklu máli fyrir sjúklinga, starfsmenn og íbúa. Hilmar Þór Björnsson, arkitekt, er félagi í samtökum betri spítala sem vilja betri stað fyrir sjúkrahúsið og Páll Hjaltason, arkitekt, er fyrrverandi formaður skipulags Reykjavíkurborgar. Þeir eru sestir hjá Ragnhildi Thorlacius. Velkomnir báðir Páll og Hilmar. Ef við byrjum á þér, Hilmar, þið í samtökum betri spítala á betri stað. Þið viljið að það sé skoðað og það sé metið hvort það sé hægt að finna spítalanum betri stað, bara svona í örstuttu máli, af hverju? Já, það er sko, við setjum auglýsingu í blöðin, það er svona áskorun til stjórnvalda að vera gert nýtt staðarval og svo er það rökstutt og við horfum sko svona á 3 hluti. Sko, sjúkrahús er byggt fyrir sjúklingana og það snýst allt við sjúklingana og sjúklingar þurfa að hafa gott. Og til þeirra að vera gott, þá er aðstæðan að vera fín og starfsmenn þurfa að hafa gott. Svo er það peningamálin, þetta er hagkvæmt. Það er búið að sýna fram að það er ódýrara að byggja frá grunni heldur en lagðar byggingar. En sko staðarvalið sjálft. Já, ég er að koma að því. Svo kemur þriðja, það er staðurinn, borgarskipulagið sem við erum að tala um hérna núna. En við horfum á allir þess að þetta og varðandi sjúklingana í þessari lausn sem er núna verið að stefnað, þá er þeim gert að búa á byggingarstað, þar sem ekki bara verið að byggja nýja byggingar, heldur endurhæfa aðra gamla byggingar, 66.000 fermetrar sem á að endurhæfa og þeir eiga að vinna, vera þarna og vinna það auðvitað fólk í þessar kringumstæður. Við segjum að betra að byrja á nýjum stað, sérstaklega í ljósi þess að það er ódýrara, samkvæmt okkar útreikningum, og svo hitt að það fellur betur að borgarskipulaginu. Já. Og þið eruð að tala um þá staðsetningu talsvert austar við til dæmis hvað, 11 ása? Já, við horfum á aðalskipulag Reykjavíkur sem að Páll Hjaltason var rekstjóri og afskaplega velgert hjá honum á Hrósvíri. Já, við skulum aðeins fá upp kort af þróunar ásnum, bara örleiti til þess að skýra þetta. Já, sko, í Reykjavíkurborg hafa verið að breytin gjörsamlega úr bílaborg, algerri bílaborg sem var á skipulaginu 2001-2024 í vistvæna sjálfbæra borg
þar sem borgarhlutarnir eru sjálfbærir og tengdir saman með þróunarás. Það sem sagt, þróunar- og samgönguás. Það sem að menn geta farið með almenningsflutningakerfi bara á 3 mínútna fresti og nánast öll borgin verður í gangi eða hjólkerfi. Og þess vegna viljið þið, af hverju viljið þið þá færa spítalann til dæmis eins og þarna við Elliðaárósum? Já, það er þannig að núna er það þannig að 2/3 íbúðatækifærina, eða íbúðatækifærina, 2/3 er austan Kringlumýrarbrautar, meðan 2/3 atvinnutækifærina er vestan. Og við sjáum það að svona stór vinnustæður eins og Landspítalinn með 4-5 þúsund starfsmönnum, ef að maður færi hana austur fyrir, þá jafnast þetta svolítið. Svo þéttir maður íbúðir, skapar íbúðatækifæri eins og aðalskipulag gera á fyrir, vestanverðu við, maður er að þétta við flugvöllin, við höfnin og hér og þar, til að fá fleiri íbúa þar sem atvinnutækifærin er og færi svo atvinnutækifærin austan sem íbúðin búa. Páll, er ekki svolítið til í því sem að Hilmar segir að það sé skynsamlegt að svona létta aðeins þrýstingnum af miðbæjarsvæðinu og færa þennan stóra vinnustað, stærsta vinnustað landsins austar í borgina? Jú, það er alveg rök og það eru raunverulega sko, já þegar ég kom fyrst að þessu máli þá var ég að þeirri skoðun að þetta væri stóra tækifæri til þess að reyna að rétta úr mismun á milli íbúðasvæða og atvinnusvæða. Og þetta er stór vinnustaður og gæti verið hluti af því. En svo er bara skipulagsmál gríðarlega flókin. Og þetta er ekki alveg eins og maður segir bara já, þetta er alveg örugglega svona, þetta er alveg örugglega hinsegin. Þú ert alveg sannfærður þú varst ekki sannfærður það þegar þú komst að þessu fyrst, en ert alveg sannfærður það að Hringbrautin að þessi besti staðurinn fyrir? Já, ég er það. Og það er margt sem kemur til, en til dæmis er það að þarna er þegar 60.000 fermetrar af spítalahúsnæði sem að nýtist áfram. Og það er auðveldara að byggja við spítalann. Við höfum náttúrulega verið að byggja hennar spítala smá saman síðan 1930. Á svona 10-15 ára fresti hefur verið ný bygging byggð. Og þannig að þarna hefur hann verið og ég sé ekki raunverulega að það sé ekki hægt að bjarga því sem hugsanlega verður erfitt með samgöngur eða annað á þessum stað. Þá bara eins og með auka akreinum eða slíku? Út af öryggismálum að hafa sérakrein sem þjóna bæði strætó og slökkvi- og sjúkrabílum. En skoðuðu þið eitthvað til dæmis, hefur verið slegið út á borðinu, hefur verið skoðað þessi staðsetning til dæmis eins og þarna við Elliðaárósana? Þar sem er nú svona greinilega eitthvað hægt að hnika til, sko. Já, það var náttúrulega ekki okkar hlutverk að finna nýjan stað. Ríkið á hann spítala og ríkið tekur endilega ákvörðun. En hins vegar þá þurfti maður að hafa sannfæringu fyrir því að þetta væri rétt fyrir Reykjavík og rétt fyrir framtíð Reykjavíkur. Og ég held að það var almennt í okkar hópi í skipulagsráði að það snerust allir á þá sveif að þetta væri besti staðurinn. Að það er svo erfitt að bera saman staði bera saman stað sem er til og stað sem er mögulegur og kannski betri. En þegar maður fer alveg í hvaða aðrir möguleikar eru fyrir hendi, þá er þetta að mínum mati eini staður sem kemur til greina. Bara örstutt af því að þið hafið ekki gefist upp. Þið eruð að tala fyrir því hvað ef það yrði fundin í staðsetning. Hversu langan tíma heldur það myndi taka að finna, undirbúa, byggja og koma spítalanum á stað, bara örstutt? Já, við þekkjum dæmi erlendis sem þetta eru gert. Ég þekki nú ekki undirbústíman en byggingatíminn getur verið 4-5 ár á spítala sem þjónar 300.000 manns, þetta sem er í Danmörku og víðar. En undirbúningsferillinn, hann getur verið mjög þungur og ég treysti mér ekki til þess að dæma hann. En ég er nokkurn veginn viss um það að þetta myndi ekki sænka eins og einhver slóð fram 5-10 ár, þetta eru kannski 24 ár. Páll, þú þekkir nú skipulagsmálin vel eftir setuna í borginni. Hvað heldur það myndi taka langan tíma að undirbúa, byggja og koma spítala svona í starfhæft ástand? Já, sko, það er náttúrulega, það þarf í fyrsta lagi að vera fullvissa hjá öllum sem að taka þær ákvörðun að það sé rétt að flytja. Og ef það er engin almennilega til í það, þá náttúrulega gerist það seint og illa. En 5 eða 10 ár er ekkert fjarri lagi. Það eru 5 ár síðan þessi samkeppni var þennan spítala, sem samkeppni nr. 3. Það hafa mjög margir efast, en flest allir þeir og allir þeir sem hafa málið að segja komast þær í niðurstöðu að þetta sé besti staðurinn þegar
þegar allt skoðað. Já. Er bara stutt því við erum búin með tíman, of seint að hætta við að þínu mati? Mér finnst það of seint og ástæðulaust. Það aldrei of seint að hætta við ranga ákvörðun. Og ég alveg sannfærður það að ef að verði gerð fagleg opin staðarvalskönnun að þá muni Hringbrautin ekki vera ofan á. Takk fyrir það kærlega, Hilmar og Páll. Já, en eins og menn getur rétt ímyndað sér þær ófáar skýrslurnar sem skrifaðar hafa verið hinnar ýmsu hliðar nýs spítala, kostnað, umferðarflæði, skipulag, ásýnd, áhrif á hagkerfið og svo framvegis. Áður við ræðum mögulegan kostnað við þetta allt saman, skulum við sjá aðra samantekt þeirra Baldvins Þórs og Inga Ingasonar sem hafa skoðað þær og greint. Í skýrslunni frá 2002 sem áður hefur verið minnst á niðurstaðan sú að nýr spítali skuli reistur við Hringbraut. Rökin eru nokkur, nálað við háskólann, að kostnaður sé minnstur miðað við aðra kosti, að spítali á þessum stað geti breytt hugarfari almennings gagnvart sjúkrahúsum og að hann geti bætt mannlíf í miðborginni. Í skýrslunni er reyndar ekki farið yfir útreikninga varðandi staðarvalið og ekki tilgreint nákvæmlega hvernig spítali eigi að bæta mannlíf í miðborg. Þessi skýrsla hefur hins vegar verið notuð sem ákveðin útgangspunktur í umræðunni. Ný nefnd undir forystu Ingu Jónu Þórðardóttur endurmat stöðuna árið 2008 og komst að því að matið frá 2002 stæðist, best væri að byggja við Hringbraut. Sérstaklega var fjallað umferðarflæði og aðgengi að spítalanum í greinargerð til heilbrigðisráðherra. Niðurstaðan var sú að ekkert væri áunnið varðandi umferðarmál með því að flytja spítalan frá Hringbraut. Talið var að út frá almenningssamgöngum væri Hringbraut áberandi besti kosturinn og aftur var talað nálægð við háskólann. Reyndar er það svo að þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á undanförnum árum miða að því að byggja upp við Hringbraut. Til dæmis að þegar að Barnaspítalinn var reistur, þá var reistur þarna út af því að þarna átti framtíðar uppbyggingin að vera. Annað dæmi er að hefðu við ákveðið, eða hefði íslenska þjóðan ákveðið að hafa framtíðar uppbyggingun inn í Fossvogi, þá hefðu við ekki látið hendi mikið að landi hann í kringum og byggt alls konar þjónustýpur og ýmislegt annað þarna, því að núna er búið að króa þann spítala af. En hvað með kostnaðinn? Er það virkilega svo að það sé hagkvæmasti kosturinn að byggja nýjan spítala við Hringbraut? Eins og svo oft virðist svarið fara eftir því hver er spurður og hvaða forsendur eru teknar með í reikningin. Tvær nýlegar skýrslur varpa einhverju ljósi á kostnaðinn. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann skýrslu árið 2014 þar sem reynt var að leggja mat á hann. Þar er kostnaður talinn nema 73 til 76 milljörðum króna þegar söluverðmæti eigna annar staðar í borginni er dregið frá. Óvissan er þó nokkur og bæði talað mögulegar breytingar sem verða á húsnæði og hönnun á byggingartíma sem og óvissu vegna kostnaðar við endurgerð þeirra bygginga sem nýta á áfram við Hringbraut. Í ágúst á þessu ári var KPMG beðið að fara yfir þau gögn sem áður hafa verið lögð fram. Mat KPMG byggist að miklu leyti á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, meðal annars varðandi útreikning á endurgerð bygginga sem Hagfræðistofnun sagði þó að mikil óvissa ríkti Niðurstaða KPMG er svo að dýrara sé að reisa nýja byggingu frá grunni en að á móti kæmi sala eigna við Hringbraut. Samtök betri spítala hafa mótmælt þessari niðurstöðu og segja að bæði sé ódýrara að reisa nýjan spítala og að rekstrarhagræði sé mikið. Þau telja að hagræðið af því að reisa nýjan spítala á besta mögulega stað sé 100 milljarðar. Það var reyndar KPMG sem fór yfir útreikninga betri spítala og hefur því bæði komið að skýrslu sem sýnir að mun hagkvæmara sé að reisa spítala við Hringbraut og að 100 milljarðar sparist með því að reisa hann annar staðar. En nema von að mörgum finnist umræðan ruglingsleg. Já, en nema von að mörgum finnist umræðan ruglingsleg. Þeir eru hérna hjá mér Gunnar Tryggvason, verkefnastjóri hjá KPMG og Guðjón Sigurbjörnsson, viðskiptafræðingur og liðsmanna betri spítala. Gunnar, KPMG, eins og Baldvin nefndi þarna, hefur komið að fleiri en einu mati á þessu. Byrju samt á þessari niðurstöðu úr ágústskýrslunni. Það er að segja að það sé dýrara að reisa nýja byggingu frá grunni. Þótt ríki hérna mikil óvissa tölurnar endurgerðina. Hvernig komist það að þeirri niðurstöðu? Hvers vegna teljið það svo sé? Já, ágústskýrslan kemur að 5 þáttum, við skoðum 5 þætti og eitt af því er kostnaðurinn, byggingarkostnaður, eða líka aðrir 4 þætti sem við skoðum sérstaklega út frá gagnrýni sem staðarvalið orðið fyrir frá 2002. Varðandi kostnaðina þá er náttúrulega 2/3 af bráðastarfseminni á staðnum nú þegar. Og það þarf að byggja minna byggingamagn og það er bara augljóslega ódýrara þannig.
Hins vegar hefur verið bent á það að maður byggir meira magn í einu og þá getur verið einingakostnaðurinn verið aðeins lægri. Og þá seldar eignir á móti. Allt þetta samanlagt að þá komumst við að því að við þurfum að fá 21 milljarð eitthvað cirka bát fyrir byggingarnar á Hringbraut til þess að þetta leggjast á jöfnu. Við förum ekki það langt að segja að við fáum það en við segjum að munurinn getur ekki verið mjög mikill. Og það niðurstaða skýrslunnar að við erum komin það vel á veginn í þetta verkefni að til þess að fara að rífa það upp og fara að vísa á nýjan stað og fara að taka málið upp að nýju, þá þarf að vera mjög sterkar vísbendingar það að einhver ákveðin staðsetning sé betri. Ekki einhver ímynduð staðsetning sem hefur bara kosti og enga galla, heldur einhver ákveðin staðsetning sé betri og þá vísbendingum fundum við ekki. Guðjón, þið nefnið það sem bara þið nefnið besta stað, þarf að segja, og nefnið þá ekki einhvern ákveðin stað, en tölurnar sem þið eruð að nefna, að þetta geti munað, hvernig getur verið svona miklu ódýrara að reisa annar staðar og þessi ofboðslega rekstrar hagkvæmni sem því á að fylgja, 100 milljarðar eru engin smá upphæð. Já, gríðarleg upphæð. Og þetta var einfaldlega niðurstaða eftir að hafa reiknað þetta vandlega og Háskólinn á Bifröst tekur undir það í nýrri skýrslu núna fyrir Samtök atvinnulífsins. Það bara einfaldlega þannig að það kostar vissulega meira að reisa spítalann í byrjun. Við reiknum með 12-14 milljörðum, KPMG sé 21 milljarði herra. Síðan frá því dregst síðan söluverð eigna sem við reiknum að geti verið hugsanlega að byrjunu 20-25 milljarðar og þá erum við strax komin í plús. Síðan kemur hlutdeild í umferðarmannvirkjum sem eru, það gert ráð fyrir því að í Ingu Jónu skýrslunni að það þurfi að styrkja umferðarmannvirkin inn í kringum Hringbrautina til að hún þoli viðbótina þegar að fosfórin kemur hingað og aðrar deildir sem eiga að sameinast hérna. Og það Öskjuhlíðargöng og að setja Miklubraut í stokk. Nú eru menn kannski að reyna að nú eru menn að leyfa sér það núna í viðbrögðum við þessu að segja það að þetta þurfi ekki. Það nú reyndar mjög skrítið en þetta hefur nú verið í öllum skýrslum hingað til. En þessum þremur sem búið að nefna hér. Þarna erum við komin í plús, nýjan spítala í plús. Það náttúrulega eitt og sér alveg stórkostlegt. En þá á móti, það engin ákveðin staður og þá náttúrulega ekki að draga fram gallana við það leið. Það þarf kannski að kaupa lóðir, það geta verið ýmis útgjöld sem fylgja ekki samt. Jú, en rúsan í pulsendanum í sambandi við kostnaðinn það að sem KPMG tekur undir að það við segjum að það verði 2% sparnaður á rekstri við það að byggja nýjan og betur hagaðan spítala. Það má til dæmis hafa hann á hæðina og náttúrulega verði ekki eins langi gangar og alls konar vandkvæði við húsnæði sem í gamla húsnæðinu þegar það tengja það saman með göngum. Þannig að við reiknum með 2% sparnaði sem 1 milljarður á ári. Og síðan reiknum við með því að ef að má færa spítalan þó ekki væri nema 1 kílómetr nær svo kallar þungamiðju byggðar að þá munar það að því að það eru 9.000 aðilar sem þurfa að fara á spítalan á hverju sólarhring og 9.000 frá honum svona fljótlega eftir að hann tekur notkun. Svo mun þetta náttúrulega bara tvöfaldast á næstu áratugum en fyrir hvern 1 kílómetri sem hann færist nær besta staðsetningu þá sparast á ársgrundvelli 1 milljarður. Þannig ef hann getur færst 2 kílómetra nær þá það 2 milljarðar og ef það 3 kílómetrar nær þá það 3 milljarðar. Það eru óbúslega stórar tölur alltaf en þetta svo óbúslega mikið verkefni ég verið aðeins að hleypa þar að og það kannski líka vandamáli. Það unnið skýrslu eftir skýrslu en tilhneigingin svo í svona verkefnum og það sýnir reynsla líka erlendis að kostnaðurinn hækkar af því að það þarf að endurhanna, byggingatíminn langur og það þarf að breyta, ég meina þau margfaldast sumstaðar kostnaðurinn. Hægt að setja hann á blað? Hægt að segja að þetta mun kosta svona mikið? Bara svo með viðunandi hætti hann að segja þetta treysta? Það alveg rétt, já. Kostnaður getur farið úr böndunum. Það á við, við þekkjum það sögu, gerist á hvaða stað sem getur gerst á Hringbraut og getur gerst á hinum staðnum. Þannig að það ætti ekki, sjálfur sér ekki að hafa áhrif á staðvæli, nema þá að byggingarmagnið meira á nýjum stað og þar alveg umframkeyrslan þá hugsanlega meiri. En ég myndi ekkert gera mikið úr því, Framkvæmdasýsla ríkisins og ríkisendurskoðun hefur farið yfir byggingarkostnað opinberra bygginga, síðustu 22 stóra byggingar og jafnaði var þetta 5% framúráætlun
eða 3% fram úr áætlun. En það fer kannski aðeins líka eftir eðli byggingana? Já, það fer aðlega eftir hvaða upphafspunkt þú miðar við þegar fyrsta hugmynd kviknar. Það er yfirleitt þannig. Þannig eykst kostnaður. Þegar fyrsta hugmynd kviknar þá er einhver sem hefur áhuga á framkvæmdinni og hann telur ekki allt til. En frá því að hugmyndin kviknar þar til að hún er loka hönnuð og boðuð út, þá gerist ýmislegt og þar vext kostnaðurinn og þar erum við í dag. Landspítalinn er búinn að hanna og við eigum ekkert vona því sérstaklega að sú kostnaðaráætlun fari úr böndunum. En það er það sem að gerast á undan, sem sagt frá því að hugmyndin kviknaði þar til að búið er að hanna. Ef við reiknum frá punktinum í dag, þá segir sem sagt, fram í vonandi í loka byggingatíma, þá segir sem sagt Ríkisendurskoðun að meðaltali fara þessar byggingaframkvæmdir 3–4% fram úr áætlun. Rétt í lokin, Guðjón, þú hefur eiginlega helgað þig þessu síðustu mánuði að vinna því að fá þessari ákvörðun hnekkt eða breyta menn hugsi sig um. Það var með við Hringbraut í upphafi, fyrsta skóflustunga tekin í dag. Er ekki orðið dálítið seint að breyta einhverju þetta núna? Já, sko, þetta var náttúrulega fyrsta skóflustunga af sjúklingahóteli og það er áætlað að það komi í notkun eftir 2 ár eða 3. Og þá mun það létta á spítalanum eftir því sem forstjórinn sagði í dag vegna þess að það léttir á legudeildum. Það er alveg hægt að hugsa málið en þá áfram og nýta sér það sem við höfum lagt fram hérna. Við höfum rauninni, teljum okkur hafa lagt fram stórkostlegar upplýsingar sem eiga að geta hjálpað okkur og þjóðinni að fá betri spítala fyrir minna fé. En óþolinmæðin er svo mikið, við viljum fá þetta núna. Já, og það var nú verið að benda hérna áðan á það að þetta er, sko, byggingatíminn er ekki nema svona 5 ár, en við þurfum að náttúrulega nokkur ár í undirbúning og hvað, sko, hvenær er of seint að spara 50 milljarða? Hvenær er of seint að spara 100 milljarða? Það er stór spurning sem við skiljum eftir hér. Þangað til loftinni, kæra þakki fyrir komuna, Guðjón og Gunnar. Já, þá ætlum við að ljúka Kastljós í kvöld, sjáumst aftur annað kvöld, verið þið sæl.